Komið sælir og blessaðir kæru fiskar. Spilin ykkar eru komin á borðið til að spara tíma og okkur er ekkert að vanbúnaði að byrja lesturinn ykkar. Það fyrsta sem kemur hér upp, kæru fiskar, það er einhver óvæntur auður, annarkvort peningalegur auður eða einhvers konar velmegun sem er að koma hérna inn í líf ykkar eða er komin. Og þetta tengist eitthvað heimilinu ykkar. Þetta geti verið eitthvað nýtt og verðmætt sem kemur inn á heimilið. Það getur verið hreinlega í líki barns, því að barnið er hérna fyrsta spilið ykkar. Börn gleði alltaf, þannig að ef svo er, þá óska ég ykkur til hamingju, en þetta getur líka verið eitthvað sem að tengist æskunni ykkar, barnæskunni frá því þegar að þið sjálfir voru börn, einhvers konar fortíðar minning sem að kemur inn og hún á eftir að gleðja og auðga lífið ykkar. Stjarnan er hérna eins og í mörgum öðrum lögnum sem ég er búin að gera undanförnu. Hún virðist vera þema núna, þessa dagana, og stjarnan táknar vonir og væntingar, óskir. Hún táknar það að himnarnir eru með þér í liði og allt sem þú tekur þig fyrir hendur muni ganga vel. Það er mikill styrkur í þínu lífi, kæri fiskur, samkvæmt þessum spilum. Styrkur innan fjölskylduna þinnar, ef til vill ertu nýbúin að stofna fjölskyldu eða hafa verið breytingar innan fjölskyldunar. En líka sé ég hérna einhvers konar veikindi eða erfiðleika þar sem að þú hefur þurft svolítið að taka hann úr stóræðinum og yfirstíga. Þessir erfiðleikar gætu verið í formi þess að einhver hefur svikið loforð og nú verð ég bara að segja það sem kemur til mín, eða hefur haft í frammi einhvers konar hegðun sem að er ekki, hvað á ég að segja, ekki trygg, sýnir ekki tryggð, heldur jafnvel þvert á móti, eins og ég sagði hann, einhvers konar svik. Já, ég er að stama eitthvað á þessu vegna þess að ég átta mig ekki alveg á hvað þetta er, hvort þetta er svik í ástum eða viðskiptum. Það getur verið hvort heldur sem er. En mér sýnist þú, kæri fiskur, vera það sterkur og hafa mikið og gott og öruggt umhverfi í kringum þig. Þannig að ég held að þú munir verjast því eða stíga út úr því og þú þurfir ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu máli. Hér er annað spil sem að virðist ætla að vera svolítið þemaspil í þessum lesturum mínum. Það er hérna fjarkinn í mynd, eins og það heitir. Það er verið að benda þér á að halda dálítið vel utan peningana þína á næstunni. Ekki spandera of miklu
Júlí gæti orðið mánuðurinn sem að þú þarft svolítið að endurskipuleggja fjármáliðin. En þú þarft ekki að hafa neina áhyggjur samt sem áður, samkvæmt þessu. Svo sé ég hérna afskaplega fallegt samband milli tveggja einstaklinga. Þetta getur verið fallegt ástarsamband eða vináttusamband sem hefur bara mikla hamingju og ánægju í för með sér. Það er eins og þú fáir hérna upp í hendurnar óskir þínar uppfylltar. Stjarnan styður vissulega við það líka og er staðfesting á því að hér er ekkert nema gott framundan fyrir þig, kæri fiskur. Varðandi þessa nýju orku sem er að koma inn, þá gæti hún verið í formi nýjunga í veraldlegum málum, þar að segja aðalega í peningamálum, því að spilin sem að tákna peningana eru dálítið sterk hérna. Og það er eins og sért svolítið að endurbyggja heimilið þitt frá grunni eða taka á móti nýjungum sem munu bæta umhverfið þitt. Og mér finnst það ekki bara snúa að heimilinu, heldur líka kannski fólkinu sem þú umgengst. Þú skilur þetta kannski betur þegar þetta er komið inn. Allavega mikil gleði og ánægju tími hérna framundan. Ég ætla að draga fyrir því hérna annað spil. Já. Þetta spil heitir Soul Groups eða sálarhópar. Spilið táknar skilaboð, endurfundi, tengingar og samband og staðfestingar á góðum hlutum. Það er verið að tala hérna tengsl þín við annað fólk og þetta lendir svo fallega ofan á þessu fallega sambandi sem er hérna. Þannig að þetta samband er greinilega mikilvægt og alveg greinilegt að þið tengist sérstökum og sterkum böndum. Annars geta öll þessi hjörtu líka táknað fjölskylduna þína eða vinahópinn, fólk sem stendur þér nærri, og eitthvað mjög fallegt er að fara að gerast á milli þín og annara núna á næstunni. Það geti verið bara í formi hittings, þar sem að þið eru að styrkja böndin. Geti líka verið undirbúningur undir eitthvað stærra og meira, einhvers konar skuldbindingu, giftingu jafnvel. En það er eitthvað sem á þá eftir að koma í ljós, því að mér finnst ekki eins og sú orka sé opinber, allavega ekki ennþá. Heldur gæti hún verið undir niðri og einhvers konar undirbúningur undir hana á leiðinni. Ok, kæru fiskar, eða kæri fiskur, veit aldrei hvort ég eigi að nota fiskur í eintölu, hvort að það sé gott og gilt. Allavega, eitt englaspil fær fiskurinn hér að lokum. Englaspilið talar sumar. Í sumar mun allt sem þú hefur óskað eftir rætast eða verða að veruleika. Auðvitað er sumar núna þegar að þetta er lesið og cirka 2/3 ennþá eftir af þeirri árstíð ef við eigum að miða við mánuðina. Þannig að það eru góðar líkur á því að hlutirnir séu að fara að
koma fram núna í sumar. Eitthvað gæti hafa gerst síðasta sumar líka og næsta sumar gæti líka átt einhvern þátt hérna. En hér allavega falleg tenging og samband, mikla breytingar á heimilinu til hins betra, eitthvað nýtt að koma inn og jafnvel í formi barns. Ok, kæru fiskar, ég ætla að láta þetta duga í bili, ég óska ykkur allsins besta. Ef þið viljið fá persónulegan lestur bara fyrir ykkur, þá ykkur frjálst að hafa samband við mig á Messenger í gegnum Facebook síðuna Ljós og kærleikur.